Sælt verið fólkið, Svavar Hrafn heiti ég, prófessor í heimspeki við Háskóla Íslands og ætla að tala um stóuspeki nútímans. Á seinni hluta síðustu aldar breyttist sú siðfræði sem var ástönduð í háskólum Vesturlanda. Kannski mætti segja að leikslokakenningar ýmiss konar og skyldukenningar hafi fyrrum ráðið ríkjum. Nú bættist við dygðasiðfræði. Hún var ættuð frá Aristótelesi og nokkuð ólík hinum kenningunum. Hér var lögð áhersla á rannsóknir á sálargáfum og sálarhneigðum, dygðum og löstum og stundum jafnvel á sjálfa farseldina. Einna fyrsti heimspekingurinn til að tefla aristótelískri siðfræði fram gegn, að hennar meiningu, geldum og gagnslausum kenningum samtíma síns var Gertrude Anscombe. Hún sagði að alla siðfræði skyldi byrja með rannsókn á hugtakinu dygð, eins og Aristóteles geri. Allar götur síðan hefur aristótelískri dygðasiðfræði vaxið fiskur hrygg innan akademískrar siðfræði og er löngu orðin þriðja megin stoðin. Ég segi innan akademískrar siðfræði. Innan þeirrar siðfræði vaknaði vissulega forvitni siðfræði annara fornaldarheimspekinga sem allir með einum eða öðrum hætti gerðu dygð að hryggjarstykki siðfræði sinnar. En af ýmsum ástæðum sem við ræðum ekki hér hefur til dæmis platónsk siðfræði ekki slegið í gegn sem samfarandi kostur, þó að margt sé þar samhljóma aristótelískri siðfræði. Það sama má segja þá siðfræðinga fornaldar sem tilheyrðu helleníska tímanum, Epikúros, stóumenn, þó að þeir hafi vissulega haft gríðarleg áhrif á sögu siðfræðinar, bæði á leikslokakenningar og skyldukenningar. Þá gerðist það við rannsóknir á heimspeki fornaldar að augumanna, en þó ekki endilega akademískra siðfræðinga, heldur kannski frekar hinna sem lögðu áherslu á fornaldarheimspekina sem slíka, beindust að ákveðinu meintu einkenni þessarar heimspeki. Þetta einkenni birtist skýrt og greinilega hjá hellenísku skólunum, epikúringum og stóumunum. Það er að heimspekin þeirra er ekki einangruð frá lífinu, heldur er hún lífsmáti. Franski heimspekingurinn Pierre Hadot vann mikið með þessa hugmynd og sérstaklega þá tilgátu að fornaldar heimspekingar hefðu ástundað það sem hann kallaði andlegar æfingar til að ná tökum á lífi sínu. Hvað sem þá tilgátu mætti segja er býsna óumdeilt að heimspeki fornmanna sem lífsmáti, ekki síst hellenísku heimspekingana, hefur að geyma vídd sem er horfin. Hún er þessi. Vissulega álíta þeir heimspekina vera að leita að sannleika, en jafnframt líta þeir á heimspekina sem eins konar meðferð við sálarkvillum, sem eiga þá rætur sínar að rekja til ósannra og svo háskalegra hugmynda heiminn, hluti og atburði að lífið verður vesælt. Til dæmis eyðir Epikúros ómældu púðri í þá hugmynd að óttinn við dauðan sé hættulegur og stefni sálar heill okkar í voða, ger okkur vansæl. En það sé engin ástæða til að óttast dauðan, eins og heimspeki hans útskýri. Í stuttu máli mátti finna hjá vissum heimspekingum leiðina að eigin farsæld þar sem sálarró skipti miklu og jafnvel öllu máli. Einn af þeim skólum sem sagðist uppræta sálarvíl mannana, styrkja þá og efla í dagsins önn, var stóuspekin. Nú bregður svo við undir síðustu aldamót að ýmsir bæði lærðir og leikir, en þó ekkit sérstaklega akademískir siðfræðingar, fóru að horfa til stóískrar siðfræði sem aðferðar sem gerði einstaklingum kleift að ná tökum á eigin sálarlífi. Til varð nútíma stóuspeki, en þó á allt annan hátt en aristótelísk siðfræði nútímans. Það ber að halda því til haga hversu frábrugðin þessi tilkoma nútíma stóuspeki er öðrum skeiðum heimspekisögunar þar sem áhrif fornrar stóuspeki voru mikil og margþætt, svo sem á hugmyndafræði og stjórnmál Rómaveldis, kristnina, endurreisnina og þeirrar heimspeki nýaldar sem enn hefur bein áhrif. Nútíma stóuspeki virðist vera annars eðlis
og reyndar streyma eftir tveimur aðskildum farvegum sem þó eiga sér kannski sömu upptök. Annars vegar eru fólki veitt ráð og leiðbeiningar hvernig megi lifa vel. Hins vegar eru þeim veittar ráðleggingar sem eiga við verulega líkamlega og sálræna erfiðleika að glíma. Kannski mætti nefna eina bók sem kom nútíma stóuspeki á kortið, A New Stoicism eftir Lawrence Becker sem Princeton gaf út árið 1997. En svo má ráða bæði af útgefandanum og höfundunum sjálfum sem var akademískur heimspekingur og reyndar siðfræðingur, er þetta akademísk bók. Þó er hér verið að útskýra stóískar leiðir til að lifa góðu lífi. Þetta er að vissu leyti lærður praktískur leiðarvísir. Höfundur beinir bóksinni bæða þeim sem vilja bæta líf sitt og þeim sem þurfa að yfirvinna alls konar fötlun. Nú aðeins að þessum tveimur leiðum. Við getum kennt aðra leiðina við sjálfshjálp. Með þessu orði er ég alls ekki að gera lítið úr fyrirbærinu. Hér er stóuspekin notuð til að útskýra hvernig einstaklingar geta öðlast vald yfir lífi sínu og fundið einhvers konar sálarró og hamingju. Það er, lifað lífi sínu eins vel og kostur er í veruleika samtímans. Titlar tveggja nýlegra rita efnið sína þetta, How to be a Stoic, Ancient Wisdom for Modern Living, eftir heimspekingin Massimo Pigliucci frá árinu 2017 og Lessons in Stoicism, What Ancient Philosophers Teach Us About How to Live, eftir reyndar fornaldar sérfræðingin John Sellars frá því fyrra. Það er athyglisvert hvernig áðurnefndur Pigliucci kynnir nútíma stóuspeki til leiks. Hann lítur á hana sem einn möguleika mörgum lífsmáta sem standi fólki til boða, ásamt til dæmis búddisma eða nýguðleysi eða veraldlegum húmanisma. Maður velur það sem manni stendur næst og henta því lífi sem maður vill lifa. Hér gæti virst sem krafan heimspeki sem leita sannleika fari fyrir lítið. Hvað gerist, mætti spyrja, ef maður er ekki sammála stóuspekinni sem heimspeki? Þeirrar spurningar ætla ég að spyrja á eftir. Hina leiðina getum við kennt við meðferð. Vissulega hefur sjálfshjálparleiðin að geyma margar hugmyndir meðferð. En hér hef ég í huga sálfræðilega meðferð sem er raunverulega beitt af meðferðaraðilum á okkar dögum til að vinna bug á ýmsum sálrænum kvillum, eins og þunglindi, kvíða og ýmiss konar áráttu. Þetta heitir hugræn atferlismeðferð, Cognitive Behavioral Therapy, og vel að merkja þá hefur meðferð af þessu tagi reynst gagnleg. Þessi leið er eldri en hinn en sækir þó ljóslega innblástur í stóíska siðfræði, enda segir einn höfuðsmiður þessarar meðferðar sem hét Aaron Beck að heimspekilegan uppruna meðferðarinnar sé að finna hjá stóumönnum. Leiðina tvær eru nátengdar, en þó ekki sé eðlismunur er ljóslega stigsmunur. Ýmsir höfundar hafa greint frá því hvernig þeir notuðu stóuspeki til að yfirvinna stórkostlega erfiðleika. Einna þekktustu dæmin eru Viktor Frankl, sem skrifaði Leitin að tilgangi lífsins sem hefur verið þýdd á íslensku afdrif sín í útrýmingabúðum nasista og undirstrekar áhrif stóuspekinnar, og James Stockdale, bandarískur hermaður sem lifði af 7 ára vist í fangabúðum í Vietnam og skrifaði mikilvægi stóuspekinnar í þeirri baráttu. Nú vildi ég gera tvennt í stuttu máli til að átta mig á stöðu og trúverðuleika nútíma stóuspeki og þarf ég að gera ráð fyrir einhverri þekkingu á hinni fornu stóuspeki. Annars vegar vildi ég spyrja samhengi nútíma stóuspeki og hinnar fornu stóuspeki. Það er ekki aðeins innan siðfræðinar heldur heimspekinnar allrar. Þetta er nauðsynlegt, finnst mér, vegna þess að stóuspekin forna er einmitt þekkt fyrir að sérhver þáttur hennar er nátengdur öllum öðrum, þannig að hafni maður einum þætti, sögðu stóumennirnir sjálfur, þá hafnar maður öllum.
Hins vegar vildi ég athuga hversu frábrugðin nútíma stóuspeki sem siðfræði hinni fornu stóísku siðfræði. Hvort það þurfi að hafna eða breyta mörgum þáttum hennar til, svo að segja, að kominni fyrir í samtímanum. Athugum mikilvægt atriði í heimspeki hinna fornu stóumanna. Það markhyggja þeirra. Hér hún sú kenning að heimurinn búi yfir skynsemi, sé skynsamlega hannaður með tilgang í huga sem algjörlega góður. Í stuttu máli, guðleg og skynsamleg forsjón ræður öllu til hins besta. Þessi kenning og aðrar álíka kenningar hafa átt erfitt uppdráttar síðustu aldirnar, bæði sem kenning alheiminn og sem kenning manninn og stöðans í alheiminum. Hvernig bregst nútíma stóuspeki við? Almennt virðast áhágendur hennar ýmist hafna kennisetningum sem þessari eða kjósa þess í stað að endurtúlka hver með sínu lagi. Hugmyndin virðist vera svo að jafnvel þótt kennisetningin sé grundvallaratriði í fornri stóuspeki hefur hún í raun engin áhrif á stóíska siðfræði. Eins og áðurnefndur Pigliucci segir, tilvitnun hefst, svo virðist sem ágreiningur okkar, það hans og stóumannanna fornu, frumspeki breyti litlum það sem við höldum vera mikilvægt í lífinu eða hvernig við breytum gagnvart náunganum. Tilvitnun lýkur. Annað atriði sem tengist þessari sýn stóuspekinnar á heiminn var að skilningur á heiminum sem skynsamlegum byggi að baki því að hverju við sem mannlegar verur ættum að stefna. En það að lifa samkvæmt náttúrunni, eins og þeir orðuðu það. En þessi náttúra í raun skynsemin í heiminum og þá jafnframt það besta í heiminum og birtist sem dygð í manneskjunni. Hvað þýðir það í samtímanum, gæti maður spurt, að lifa samkvæmt náttúrunni ef náttúran fyrst og fremst skynsemi sem beinist að góðu markmiði? Aftur virðast nútíma stóuspekingar endurtúlka þessa lýsingu hinna fornu. Téðir nútíma stóumenn, Becker og Pigliucci, leggja til að við ættum að skilja kennisetninguna þannig að hvatt væri til þess að lifa í samræmi við bestu vísindilegu upplýsingar okkar náttúruna. Kosturinn við þessa nálgun sá að þá getur siðfræðin byggst á nútíma vísindum. Þannig að einhverju leyti haldið í siðferðilega náttúruhyggju sem einkenni á allri siðfræði fornaldar. Hér á ég við þá hugsun að siðferðilegir eiginleikar séu náttúrulegir eiginleikar, enda sé til engin sá munur sem við gerum mörg hver að minnsta kosti nú til dags á milli staðrenda og gilda. Ýmsir samtíma heimspekingar hafa reynt að fara þessa leið en venjulegast leitað til Aristótelesar frekar en til stóumanna. Þetta voru 2 dæmi grundvallaratriði í stóuspeki fornaldar sem nútíma stóumenn samþykkja ekki án grundvallar fyrirvara og mikilla breytinga, enda ekki von á öðru. Því má bæta við, sem mér finnst athyglisvert, að Becker leggur til að við ættum að ímynda okkur hvort stóuspekin sjálf hefði ekki tekið þessum eða ámóta breytingum ef hún hefði þróast óslitið frá fornöld. Hugmyndin því sú að nauðsynlega breytingar á stóískri heimspeki og heimsýn séu fyllilega réttmætar. Pigliucci finnst hins vegar að þessi grundvöllur skipti í raun engu máli fyrir siðfræðina. Víkjum þá að siðfræðinni sjálfri og veltum fyrir okkur hvort hér sé einnig þörf á breytingum. Ég nefni 3 atriði þótt auðvitað mætti nefna fleiri. Hjá stóumönnunum fornu var gerður greinarmunur á því sem á valdimanns að koma í kring með athöfnum sínum og því sem ekki á valdimanns. Hamingja mannsins veltur á skilningans á þessum greinamunni. Þessi hugsun kannski þekktust úr æðruleysisbæn AA samtakana. Guð gef mér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt, kjark til að breyta því sem ég get breytt og visku til að greina þar á milli. Ýmsir fallast enn á sannleika þessa viðhorfs, þar á meðal nútíma stóumenn, enda virðist ýmislegt vera til í því. En óneitanlega vakna spurningar.
Hjá hinum fornum stóumunum hangir margt á spýtunni, ekki síst nauðhyggja þeirra að hvað sem gerist hlaut að gerast. Enda órofa orsaka samhengi milli alls. Það eina sem einstaklingurinn hefur í raun á valdi sínu, það eina viðhorf hans til heimsins. Hér hann algerlega frjáls, en að öðru leyti hann ekki frjáls. Meira að segja það sem hann gerir, hlýtur hann að gera. Á einstaklingurinn að sætta sig við heiminn eins og hann enda hljóta hann að vera eins og hann á hann að sætta sig við mótlæti og þjáningu og taka slíku af hinni margfrægu stóísku ró. Þess vegna hafa þeir nútíma stóuspekingar sem ég hef kynnt mér ýmislegt við þessa róttæku tvískiptingu að athuga. Becker og Pigliucci hafna henni báðir, hvor á sinn hátt. Þótt þeir haldi í hugmyndinu munin á þessu tvennu, eru þeir nær því að skilja möguleikana tvo sem ystu mörk á rói, nefnilega á róinu milli þess að ráða engu og að ráða öllu. Annað atriði varðar skoðanir stóumanna á kennda og tilfinningalífi mannsins. Það hér sem meðferðar þáttur nútíma stóuspeki stendur vel að vígi. Ef við eigum við vissa sálarkvilla stríða, segir stóuspekin í svo mörgum orðum, sem spretta af ytri aðstæðum sem við ráðum ekki við, það, hugsanlega fyrst og fremst, allavega að töluverðu leyti, viðhorfum manns til ytri heimsins að kenna, að við þjáumst. Kenningar hinna fornu stóumanna voru nokkuð öfgakenndar því þeir héldu að ekkert sem gerðist væri í rauninni slæmt. Heldur gerðu ósönn viðhorf okkar til atburðana okkur erfitt fyrir. Fæstir nútímamanna vilja ganga svo langt. Hins vegar hafa ýmsir reynt að nota stóísku hugmyndina þátt okkar sjálfra í mati á atburðum sem þátt í meðferð gegn ýmsum kvillum og óæskilegri geðshræringu eins og til dæmis reiði eða sorg sem aldrei skildi ná tökum á okkur. En aftur þurfa nútímastóumenn að milda mjög afdráttarlausar skoðanir fornmanna, sem ekki að furða, enda hófu heimspekingar þegar í fornöld að milda kenningar elstu stóumannana. Þriðja atriðið varðar loks þá kenningu stóumanna að farsæld manns sé alfarið undir manni sjálfum komin og skipti ekkert annað nokkru máli. Menntun og fyrir störf, ytri gæði, hömlun ýmiskonar skipta nákvæmlega engu máli fyrir farsæld manns. Í fornöld var þessu viðhorfi iðulega stefnt gegn þeirri skoðun Aristótelesar að uppeldi, menntun og ytri gæði almennt skiptu vissulega máli, þótt dygð og hyggindi skiptu mestu máli. En til þess að öðlast dygð og hyggindi þyrfti einmitt gott uppeldi, menntun og ytri gæði. Aftur virðist mér nútíma stóuspekingar sem ég þekki til viðurkenna sjónarmið Aristótelesar frekar en stóumanna. Nú ekki ráðrúm til að draga ályktanir af þessum samanburði á aristótelískri og stóískri siðfræði í samtímanum, þó að koma þessara kenninga inn í siðfræði samtímans sé ljóslega tvennskonar, sem og staða þeirra. Þó vaknar grunur eitt. Aristótelísk siðfræði nútímans hvílir örugglega á fornri sýn Aristótelesar á mannin sem siðferðisveru. Hér grundvallaratriðum hvergi hafnað. Stóísk nútíma siðfræði þarf hins vegar að bylta sýn hinna fornu stóumanna á mannin sem siðferðisveru þó að varðveittir séu einhverjir grundvallar þættir. Takk fyrir. Sæl og blessuð, Róbert Haraldsson heiti ég og erindi mitt nefnist ríki siðferðisins, nokkur orð inntökuskilyrðin. Sú afstaða viðtekin á meðal heimspekinga að siðferðileg staða manna og dýra ráðist af einstaklingsbundnum eiginleikum þeirra. Þessi afstaða hefur verið nefnd moral individualism á ensku sem mætti íslenska með orðunum siðferðileg einstaklingshyggja. James Rachels sem samið hefur inngangsrit í siðfræði sem mikið hefur verið notað á Íslandi
kemur orðum að siðferðilegri einstaklingshyggju þegar hann skrifar, tilvitnun hefst. Það hvernig koma skuli fram við einstakling ræðst ekki af því hvaða hópi hann tilheyrir, heldur ber að skoða hans einstaklingsbundnu eiginleika. Reitses lætur þessi orð falla í umræðu sinni nytjastefnu og hann útskýrir hugmyndina líka í því samhengi. Tilvitnun hefst. Þar eð bæði menn og dýr geta þjáðst, höfum við sömu ástæðu til að fara ekki illa með menn og dýr. Tilvitnun lýkur. Hugmyndin skýr og að margra dómi mjög sannfærandi. Ástæða þess að okkur ber að koma siðferðilega fram við tiltekna manneskju ekki sú að hún sé manneskja, heldur vegna þess að hún getur þjáðst og fundið til ánægju. En leið og við viðurkennum það að það þessi tiltekni einstaklingsbundni eiginleiki sem grundvallar veru okkar innan ríkis siðferðisins, þá hljótum við leið að viðurkenna að ef þessi eiginleiki fyrirfinnst hjá öðrum lífverum sem ekki eru manneskjur, þá ber okkur frá sjónarhóli siðferðisins að umgangast þær með sama hætti og manneskjur. Að minnsta kosti að svo miklu leyti sem þær geta þjáðst og fundið til ánægju. Á sama hátt verðum við að viðurkenna, viljum við vera okkur samkvæm að ef tiltekið manneskja býr ekki yfir umræddum eiginleikum, getur hvorki fundið til ánægjunni þjáðst, þá glati hún að hluta eða í heild rétti sínum innan ríkis siðferðisins. Ég hef fylgt Reitsels og tekið dæmi af þeim eiginleikum sem margir samtíma nytjastefnumenn leggja til grundvallar stöðu innan ríkis siðferðisins. En vitaskuld leggja aðrir heimspekingar aðra einstaklingsbundna eiginleika til grundvallar siðferðilegri stöðu. Má í því samhengi sérstaklega nefna tvenns konar grundvallar eiginleika. Annars vegar sjálfsveruna á ensku subjecthood og hins vegar vitsmunalega getu á ensku cognitive ability. Fréttaflutningur af stærð heila og vitsmunalegri getu dýra ber iðulega vott einhvers konar siðferðilega einstaklingshyggju. Við kannumst til dæmis við umræðu að heilastærð hvala, eða þá fullyrðingar að svín séu gáfaðri en hundar. Sú siðferðilega ályktun sem blasir þá við, ef við fylgjum siðferðilegri einstaklingshyggju, að húsdýrið svín eigi þá skilið jafnmikla siðferðilega virðingu og gæludýrið hundur. Það að segja, ráði vitsmunageta siðferðilegi stöðu. Þrenns konar rök má færa fyrir siðferðilegri einstaklingshyggju og standa þau upp úr. Í fyrsta lagi það talið siðferðilegri einstaklingshyggju til tekna að hún hafnar tegundarhyggju, enska speciesism, og sé jafnvel forsenda því að við getum hafnað tegundarhyggju. Hún neitar að gera upp á milli einstaklinga með sambærilega eiginleika þótt þeir tilheyri ólíkum hópum eða dýrategundum. Það liggur beint við að kalla þessi rök tegundarhyggjurökin. Í öðru lagi það talið siðferðilegri einstaklingshyggju til tekna að hún sé forsenda þess að endurskoða siðferðilega afstöðu til dýra. Þessi rök fyrir siðferðilegri einstaklingshyggju í grunninn nánari útfærsla á tegundarhyggjurökunum en vert að skoða þau sérstaklega. Það mikið fagnaðarefni hve margir fræðimenn hafa skipt skoðun á undanförnum áratugum hvað siðferðilega stöðu dýra snertir. Og það verður að segjast eins og að hér hafa einstaklingar sem aðhyllast siðferðilega einstaklingshyggju, moral individualisma, lagt þung lóð á vogarskálarnar. Við getum kallað þetta dýravendunarrökin sem þá að endingu dýraréttindarök. Í þriðja lagi vil ég nefna aðferðafræðilegu rökin fyrir siðferðilegri einstaklingshyggju. Samkvæmt þessum rökum siðferðileg einstaklingshyggja ómissandi því hún færir okkur í hendur tæki til að skilja siðferðilegar framfarir og greiða úr siðferðilegum ágreiningsmálum. Aukin dýravernd byggist ekki á geðþótta eða tilviljunum heldur á uppgötunum vísindamanna. Áður var talið að fiskar hefðu ekkert sársaukaskinn, þeir fyndu aldrei til sársauka. Vísindamenn hafa nú birt rannsóknir sem halda hinu gagnstæða fram.
að fiskar hafa þróuð skynfæri og geta fundið til margs konar sársauka. Og þá breytist eða á að breytast siðferðileg staða þeirra. Ég hef í stuttumáli gert grein fyrir helstu rökum fyrir siðferðilegri einstaklingshyggju. En ég held því á hinn bóginn ekki fram að rök hafi ráðið því að siðferðileg einstaklingshyggja sé viðtekin á meðal heimspekinga. Mér sýnist öllu heldur að flestir heimspekingar gangi að henni vísri. Látið sem svo að hún sé sjálfsögð eða sjálfgefin afstaða. Raunar tel ég að samtíma heimspeki sé iðulega dogmatísk í nákvæmlega þessum skilningi. Hún takmarkar fjölda þeirra möguleika sem ræddir í fullri alvöru á vettvangi fræðanna. Í stað þess að ræða hvort siðferðileg einstaklingshyggja standist, snýst umræðan að velja á milli ólíkra tegunda af siðferðilegri einstaklingshyggju. En siðferðileg einstaklingshyggja sjálfgefin? Verkefni okkar einungis fólki í því að skera úr það hvaða einstaklingsbundnu eiginleikar eða safn eiginleika það eru sem ráða siðferðilegri stöðu manna og annarra dýra. Ástæða þess að siðferðileg einstaklingshyggja virðist sjálfgefin annars vegar sú að við veltum ekki nægilega fyrir okkur háskalegum afleiðingum hennar og hins vegar sú að við eigum í erfiðleikum með að gera okkur í hugalund hvernig andstæð afstaða gæti litið út. Hvers konar afstaða væri það sem gæti komið í staðinn fyrir siðferðilega einstaklingshyggju? Skoðum fyrst afleiðingar siðferðilegrar einstaklingshyggju. Þær blasa við í fræðilegum vangamöldum fjölmargra heimspekinga samtímans og ekki ólíklegt að þær séu þegar farnar að valda háskalegum afleiðingum í samfélögum okkar. Þannig sú afstaða alls ekki óþekkt á meðal þeirra sem aðhyllast siðferðilega einstaklingshyggju að einstaklingar sem búa við verulega þroskaskerðingu eða þroskahamlanir eigi skilið minna siðferðilegri virðingu en þeir sem búa við engar slíkar þroskahamlanir. Samskonar rök hafa verið notuð nýfædd börn eða börn á síðustu stigum meðgöngu. Gerður hefur verið samanburður á slíkum börnum og til dæmis vitlegum og næmum dýrum. Slíkur samanburður út frá þessum tiltekna eiginleika vitaskuld mennska barninu verulega í óhag sé látið reyna á forsendur siðferðilegri einstaklingshyggju til hins ítrasta. Margt þenkjandi fólk þá á öðru máli en siðferðilegir einstaklingshyggjumenn. Það telur það einfaldlega verra ef eitthvað að koma siðferðilega illa fram við einstakling sem býr við verulega skerta vitsmunalega getu eða hefur mist hæfileikan til að finna til, heldur en fullfrískan skynigætan einstakling með óskerta vitsmunalega hæfileika. Því fyrir fjarri að það sé til vörn fyrir nauðgara að benda á að einstaklingurinn sem að nauðgaði hafi verið alls ófær að finna til eða skilja verknaðinn sem á honum eða henni var framið. Ég veit vitaskuld að siðferðilegir einstaklingshyggju sinnar geta nýtt sér fjölmörg varnarafbrigði hér úr smiðju nytjastefnu fólks og einni kantista. Ástæðis að ég vill ekki kafa djúpar ofan í þá rökröðu hér ekki einvörðungu tíma og plássleysi, heldur virðast mér andmæli gegn siðferðilegri einstaklingshyggju máttlítil þangað til að við getum komið orðum af afstöðu sem hægt að setja í staðinn fyrir það sem hafnað var. Eitthvað sem getum sett í staðinn. Hvernig gæti slík afstaða litið út? Grunnforsenda siðferðilegri einstaklingshyggju að það eitt að vera manneskja, mennskan sem slík, skipti engu máli þegar skorður siðferðilega stöðu. Svo afstaða sem ég vil setja í staðinn fyrir siðferðilega einstaklingshyggju einmitt svo afstaða að mennskan sem slík, það eitt að vera manneskja, skiptir máli þegar skorður siðferðilega stöðu. Samkvæmt þessu meintur styrkleiki siðferðilegrar einstaklingshyggju að hún hafni því að mennskan ein geti skipt máli að endingu banabiti hennar. Siðferðileg einstaklingshyggja höfðar afskaplega vel til heimspekingsins í okkur. Þeirrar þarfar að finna sameiginleg einkenni, grundvöll, undirstöður
mælikvarða og svo framvegis sem skýrt geta venjur okkar og siði. Því fer á hinn bóginn fjarri að sú þörf sé lögð til grundvallar, sú heimspekilega þörf sé lögð til grundvallar í samfélagi okkar og hversdagslífi. Lögin virðast til dæmis ekki byggjast á siðferðilegri einstaklingshyggju. Við höfum grundvallar lagaleg réttindi einfaldlega í krafti þess að við erum manneskjur. Ekki vegna þess að við séum manneskjur sem búum yfir tilteknum hæfileikum, greind, getu eða skyngreind. Það væri öldungis fjarri dómar að sýkna glæpamann á þeirri forsendu einni að hann hefði níðst á einstaklingi með algjörlega skerta vitsmunalega getu eða tilfinningagreind. Við þessi lagalegu rök gegn siðferðilegri einstaklingshyggju má bæta hefðarrökunum. Hefðir okkar og venjur gera ráð fyrir því að fólk hafi réttindi, eigi skilið umhyggju og virðingu óháð því hver staðan á hæfileikum þeirra er. Þetta kemur einna skýrast í ljós með látið fólk. Látið fólk getur ekki fundið til eftir því sem við best vitum og hefur ekki hæfileika, vitsmunalega hæfileika, en við sínum látnum enga síður virðingu, við níðust ekki á líkum og þar fram eftir götunum. Það er raunar jafnan tekið sem merki göfuga siðferðilega afstöðu að virða einhvern einungis vegna þess að hann er manneskja. Einungis af þeirri afstöðu. Við þekkjum þetta hjá einstaklingum eins og móður Terísu. Andóf gegn siðferðilegri einstaklingshyggju sem ég hef verið að rekja hér, slíkt andóf, á sér stutta en merka sögu á meðal samtíma heimspekinga. Úr fámennum hópi andófsmanna langar mig að tilgreina 3 konur sérstaklega. Franska heimspekingin og dulspekingin Simone Weil og bandarísku heimspekingana Corey Diamond og Alice Crary. Mjög víða í ritum sínum kemur Weil orðum að þeirri afstöðu að mennskan sem slík skipti máli. Diamond hefur meðal annars skrifað merka grein The Importance of Being Human, þar sem hún greinir ólík tilbrigði siðferðilega einstaklingshyggju og hafnar þeim öllum. Diamond beitir einnig ýmsum leiðum til að draga fram mikilvægi mennskunnar. Að mennskan ein skipti máli. Eða geti skipt máli. Alice Crary birti árið 2016 merka bók Inside Ethics on the Demands of Moral Thought, þar sem hún rær á sömu mið og Diamond og færir ítalegri rök fyrir þeirri afstöðu að mennskan sem slík skipti máli. Meginmarkmið Alice Crary er þó ekki síst það að útfæra rök Corey Diamond og sýna að það megi beita samskonar rökum og tefla fram samskonar sjónarmiðum dýr og Diamond tefli fram manneskjur. Dýr njóti siðferðilegra stöðu einfaldlega vegna þess að þau eru dýr. Ekki vegna þess að þau geta fundið til, hugsað, beitt vitsmunum og svo framvegis. Crary vísar meðal annars á fjölmargar sögur, raunverulegar og skáldlegar einstaklinga sem ná að umgangast dýr með þessum hætti. Í Vansæmt Disgrace eftir John Maxwell Coetzee er lýst siðferðilegri hnignun og risi aðalpersónunnar háskólakennarans Davids Lurie. Eitt af því sem Lurie lærir í sögunni er að bera virðingu fyrir og tjá í verki virðingu fyrir hundshræjum. Það ferast nefnilega að skipta miklu máli, ekki bara hvernig hundum er fargað, heldur hvernig farið er með hræin. Crary nefnir líka dæmi hundaeigendur sem umgangast hunda sína af sömu virðingu og áður eftir að viðkomandi hundur hefur fengið heilabilun eða mjög alvarlega elliglöp. Nefnilega glata þeim eiginleikum sem samkvæmt siðferðilegri einstaklingshyggju liggja siðferðilegri stöðu til grundvallar. Það sem Crary gerir er að tefla saman sambærilegum sögum menn og dýr, sögum verur, mennskar og ekki mennskar verur, sem hafa í ríkum mæli þá eiginleika sem samkvæmt siðferðilegri einstaklingshyggju eru mikilvægir, verum sem síðan glata þessum eiginleikum
en, og það er lykilatriðið, halda siðferðilegri stöðu sinni. Að minnst í hugum annara skáldaðra eða raunverulegra persóna. Þannig leitast Crary í reynd við að hafna tegundarhyggjurökunum og dýravendunarökunum. En hvað með aðferðafræði rökin sem ég nefndi? Þurfum við ekki einhverja mælikvarða byggða á einstaklingsbundnum eiginleikum til að skilja siðferðilega framfarir og til að leysa erfiðustu mál siðfræðinar? Eru svínin inni eða úti? Má gera lyfjatilraunir á dýrum. Þótt það sé of flókið mál til að útkljá það hér, sýnist mér ekkert benda til þess að siðferðilega framfarir, útvíkkun á ríki siðferðisins, verði þegar fræðimenn uppgöta nýja, siðferðilega marktæka eiginleika hjá verum sem standa utan þess ríkis. Ég fæ ekki betur séð en að þrælahald, svo dæmi sé tekið, hafi viðgengist aldir eftir að menn uppgötuðu að þrælar geta fundið til og hugsað. Það sem áskorti var að menn viðurkenndu að þrælar væru manneskjur. En þá má vitaskuld spyrja á móti hvort vandinn færist ekki bara til. Í stað þess að huga að því hvort viðkomandi hafi eiginleika sem réttlæta veru viðkomandi í ríki siðferðisins, líkt og siðferðilega einstaklingshyggja boðar, þurfum við nú að spyrja því hvort viðkomandi sé manneskja. Eða, svo að vitki sé að hennu víðara samhengi, hvort viðkomandi sé manneskja eða ekki mennst dýr. Þeir sem hafna siðferðilegri einstaklingshyggju þurfa væntanlega að gera greinamun á mönnum og dauðum hlutum. Er það ekki einhver eiginleiki sem skilur þar á milli og mætti ekki nota þann eiginleika að hætti siðferðilegri einstaklingshyggju til að ákvarða siðferðilega stöðu fólks? Hér held ég að hversdagsleg siðferðileg hugsun fari töluvert nærri lausninni en háspeki heimspekinnar. Áður en við gerumst heimspekingar og lærum að greina undirliggjandi almenna fræðilega eiginleika, er okkur nefnilega tamt að tala að við sjáum siðferðilega eiginleika fólks og dýra. Að það að við sjáum þess og það að við sjáum þessa eiginleika hvetur okkur til að koma vel fram við dýr og menn. Slíkir eiginleikar eru eiginleikar hugans eins og þeir birtast í tjáningu og athöfnum. Ef við þroskum siðferðilega hugsun okkar, virkjum ímyndunaraflið og næmi okkar, getum við borið kennsl á slíka eiginleika í ríkari mæli. Þó þessir eiginleikar gefa okkur ástæður til að umgangast aðra siðferðilega, segja þeir ekkert það hvenær við getum útteist tiltekinni veru úr ríki siðferðisins. Það er mikil kúnst að réttlæta tilvist slíkra eiginleika á tungutaki nútíma analítískrar heimspeki. En það er raunar eitt af því sem Crary leitast við að gera. Hér gefst ekki tækifæri til að rekja rök Crary fyrir tilvist slíkra siðferðilegra eiginleika. Rök hennar hverfast eðli siðferðilegra eiginleika, verufræðilega stöðu þeirra eiginleika, áhrif eiginleikana eru þeir áhuga hvetjandi, motivational, og það hvernig við berum kennsl á siðferðilega eiginleika. Ég hef ekki tíma til að fara ofan í þá frumspekilega röksemdafærslu. Í stað þess að rekja þau rök langar mig að ljúka þessari hugvekju á stuttri tilvitnun í Guðmund Friðjónsson, sem virðist strax á 19. öld hafa átt að segja á þeim rökum sem ég hef lýst í þessu erindi. Tilvitnun hefst. Ef mennirnir mætu lífið, elskuðu það, einkanlega í fegurstu myndum þess, dáðust af því og skoðuðu það svo sem nokkurs konar helgidóm, myndi þörfin á friðunarlögum minnka og jafnvel hverfa. Tökum dæmi. Líf unga er helgidómur móður þess. Krjúptu maður minn við rjúpnarhreiður eða æðadyngju og horfðu í augun fögru, stillilegu, en þó óttaslegnu. Og þér mun gefa sýn inn í nýja fagra veröld. Ef þú stillir þinn verri mann og lætur allt í friði, móður og egg, hefur þú gert bæn þína frammi fyrir helgidómi og ert betri maður.
og ert betri maður þegar þú ferð frá hreiðrinu, en þú varst þegar þú komst að því. Takk fyrir.